ekki gott að hittast? Það gott að lofa Guð heima líka. Ég ekki að segja að það sé ekki gott, en það gott að hittast. Það gott að hittast og heyra söngin í hvort öðru og svo framvegis. Allavega, mér finnst það dásalegt. En ég hugsaði með mér í dag, hver margir voru að hlusta síðasta sunnudag? Já, einhverjir. Vorum að tala boðorðið sem að Jesús skildi eftir hjá lærisveinum sínum og kirkjunni sinni. Og hann skildi eftir eitt boðorð sem kom í staðinn fyrir öll hin. Og með því að lifa fyrir kraft anda Guðs í þessu eina boðorði, þá faktist uppfyllum við öll boðorðin. Því að þessi boðorð að þú átt að elska. Þú átt að elska náungan eins og sjálfur. Jesús skildi bara eitt boðorð eftir hjá þér og mér. Þetta var ekki flókið. Hann var ekki að koma með 600 plus boðorð eins og í Gamla testamentinu. Tók eitt, sagði þetta ykkar. Þetta skil ég eftir og hvað? Að þið elskið eins og ég hef elskað. Ekki bara einhvern veginn, ekki svo þér finnst sniðugt að elska, svona selectively, velja og hafna, já, ég ætla að elska þennan ekki hinn, nei, bara elskið eins og ég. Jesús elskaði skilyrðislaust alla menn. Ég ætla aðeins að halda áframlega með þetta og það passar vel. Þetta í stað fyrir að vera ástardagurinn hjá okkur, sem náttúrulega kannski rétt ást Guðs, þá þetta kærleiksdagurinn. Og við ætlum að líta á það hvað meira Páll postuli og reyndar Jóhannes postuli líka segja þetta boðorð. Hvernig þeir fara með það, hvernig þeir kenndu kirkjunni, frumkirkjunni, fyrstu árin eftir að Kristur var stiginn upp til himna. Þegar þeir fóru allt og kendu, stofnuðu kirkjur og kendu þetta boðorð hans. Því að faktist allt Nýja testamentið bara útfærsla því hvernig við lifum í kærleika. Og við ætlum að lesa fyrst í Jóhannesar, fyrsta bréfi Jóhannesar. Þið með? Ég ætla bara að láta Biblíuna tala. Getur vel verið stoppi aðeins og stöldurum við einhver vers, en leifum bara orði Guðs að tala þess til okkar. Í 3. kafla, grípunir í 3. kafla í 1. Jóhannesarbréfi. Ef sá, vers 17, ef sá sem hefur heimsins gæði, horfir á bróður sinn eða systur vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig getur kærleikur til Guðs þá verið stöður í honum? Með öðrum orðum, ef þú sér þörfina, þú sér hvað bágt og þú lokar hjartanu þínu gagnvart þessari þörf. Þá bara spurt, hvernig getur kærleikur Guðs verið í þessum? Það ekkert verið að spyrja, hann gat ekki mætti, það bara kærleikur Guðs mætir á einn eða annan hátt. Það ekki endilega það sem hún sé þörf. Ef þú átt aurinn, þá getur þú gaukað það, en þú átt alltaf bæn, þú átt alltaf bros, þú átt alltaf uppörun, þú átt alltaf huggun til að gefa. Ef þú hefur ekki efnislegar aðstæður til að mæta kringumstæðum ef það þörfin, breytir ekki hver þörfin þú hefur alltaf kærleika að gefa. Og það punkturinn. En það stórkostlega við þessi vers, og við munum sjá það, að það fylgja þessu loforð og vilyrði líka. Þegar Guð ekki, hann svo góður að hann gefur okkur þetta eina boðorð að elska. Og við kannski spyrjum við að hann kannski ekki svo auðvelt að elska alltaf. Hann gefur okkur kraftinn til þess. Hann gefur okkur máttinn til þess. Hann gerir breytingu innra með okkur til þess að virki. Og svo lofar hann okkur ýmsum gæðum samfara því. Þetta nú meiri Guð sem við trúum á. Hann svo góður og hann bara góður allan tíman. Hlustu þetta. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleiksmegin. Af hverju? Að því í versunu stendur, börnin mín elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Og af því munum þið þekkja að þeir eru sannleiksmegin og munum geta friðað hjörtu ykkar frammi fyrir honum.
Þetta finnst mér, ég verð að staldra við. Gæti bara að lesa áfram því það er svo fullt af góðu dótið þarna. En hvað er það sem við reynum yfirleitt að gera til að fríða hjört okkar fram fyrir Guði? Þegar við okkur líður ekki alveg nógu vel og okkur finnst við ekki vera að standa okkur alveg nógu vel, ef okkur finnst við að vantar eitthvað upp á samfélagi við Guð, þá erum við að fara að biðja meira. Við erum að fara að þjóna honum meira. Já, ég er að tala við Sibbo, ég ætla bara að skrá mig henni inn í alla bænastundur, ég ætla bara, þú veist, ég verð að fá frið við Guð. Jóhanna segir, leiðin til að fá frið við Guð er að elska. Ef þú elskar bróður og systir, þá áttu frið við Guð. Þetta er nefnilega faktisk miklu einfaldar heldur en við oft gerum það. Við búum til eitthvað ritúr og kringum þetta til þess að halda frið við Guð. En Guð segir, nei, bara elskaðu. Sýndu bara kærleika. Þá ertu góðri leið. Og meira. Grípa aðeins neðar. Þið elskuðu ef að hjartað dæmir ykkur ekki. Þá höfum við djörfung til Guðs og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum. Ég verði að stoppa einu svo enn. Hvað sem við biðjum fáum við hjá honum. Ef að hjarta dæmir okkur ekki og fáum hreinsun og líf og kraft í Guði og við vitum að við erum ekki dæmd af honum, við göngum fram fyrir hann og við biðjum hann einhverja bónar. Og ég ætla ekki að biðja ykkur rétt upp hönd, en hugsaðu það, hve oft þið hafi beðið eitthvað og það kom seint og illa og sumt ekki enn komið. Eða er ég eini maðurinn í þeim hóp? Nei, ok, ég vona ekki, já, takk fyrir, það voru 2 allavega. Og kannski einhver heima sem við sjáum ekki. En hann segir hér, hlustiði, við biðjum og fáum það frá honum. Af hverju? Hvað sem við biðjum, ekki bara sumt, heldur hvað sem við biðjum fáum við frá honum af því að við höldum boðorðið hans. Og flestir, og ég nú því bara að segja alveg svo flestir kristni menn hér myndu hafa staldrað við og sagt, ég held öll boðorðin 10 og er eitthvað meira og svo faraði bara í þetta, veist, ég er að reyna að halda allt sem Guð hefur sagt mér og Biblían segir mér. Nei, þú átt ekki að halda allt sem Biblían segir þér. Ertu kristinn? Já. Þú átt að halda það sem hann sagði þér og það er að elska. Þá uppfyllir allt hitt. Þetta er ekki flókið, elsku vinur. Þú elskar og þegar þú elskar og framgengur í kærleika Guðs, þá færð þú það sem þú biður hann Það hangir loforð á boðorðinu. Pældi því. Þetta er ekki bara svona loforð og að þú skulle svo sjá til hvort þetta verður í lagi hér. Nei, bara þú framgengur í kærleika. Þá. Hugsaðu þér. Maður segir eitt og þú veist það. Í kollinum á okkur þá vitum við alveg að þetta er svona. Í kollinum á okkur vitum við alveg að við eigum að elska. Í kollinum á okkur vitum við alveg að við eigum að hugsa vel bróður og systur og náungan. Tala vel þau, hugsa það, mæta þörfið niðra. Já, bara, það var ekki alltaf auðvelt. Þessi, hann er svo hryllilega erfur, það er svo erfitt að elska hann. Kemur bara, Jesús, þú hefur ekki talað við þér, Jesús, þú veist ekki hvernig er að ræða við þennan mann. Það er bara svo erfitt að elska. Já, það getur verið það. Og hvað gerum við þá? En Jesús segir, þetta er leiðin. Þetta er leiðin. Aðeins seinna, ég ætla ekki að lesa, ég ætla bara að vitna í það. Aðeins seinna segir Jóhannes, þegar við framgöngum í þessum kærleika, þá erum við hann í þessum heimi. Við erum eins og Jesús var í þessum heimi. Og það er okkar tilgangur og köllun. Það er hlutverk okkar sem kristina og sem kirkjukrist. Það er að endurspegla hann í þessum heimi sem við lifum í. Og hann er endurspeglaður, segir Biblían, ef við elskum. Þess vegna er þetta svo mikilvægt. Þess vegna er svo mikilvægt að ganga í kærleikanum í öllum kringumstæðum. Þess vegna er svo mikilvægt að temja sig kærleikan.
Við erum rosalega fljót að vera reið. Til að koma því eftir, láta Pál svara þessu. Við erum rosalega fljót að vera reið, við erum rosalega fljót að vera pirruð. Ég tala nú ekki ég ætla ekki að koma að láta Pál svara þessu eftir. Ég tala nú ekki eftir að samfélagsmiðlarnir komu. Þá bara hægt að nánast láta allt flakka. Sama hversu ógeðfellt það virðist vera. Ekki þið, ég veit að fullt af fólki sem gerir það, sko, ekki þið. Meira sé kristnir, láta alls konar hluti flakka sem þeir myndu aldrei segja það, sennilega ekki augliti til auglitis við þessa sömu menn. En í þarna, þá bara látum þetta vaða. Þetta mín skoðun. Hafið tekið eftir í hvað nauðsynlegt að halda á stundu skoðun sinni fyrir sjálfa sig. Hafið líka tekið eftir í, þeir kannski má sjá þetta yfir hópinn. Nei, þetta allt yngra fólk en ég, sko. Þeir sem heima, ég sé ykkur ekki. Ég ætla bara að segja ykkur að þá, þegar maður verður eldri, þá lærir maður að maður þarf ekki að hafa rétt fyrir sér. Og þegar ég komst að því að ég þurfti ekki að hafa rétt fyrir mér, þá frelsaðist ég bara í 3. sinn. Það var bara frelsi. Vá, þvílíkt líf. Ég þarf ekki einu sinni að hafa skoðun á þessu. Þú veist, en sumum finnst þau þurfa að hafa skoðun á öllu og rétt fyrir sér. Og þegar þú ert í þeirri stöðu, þá mjög erfitt að elska. Því þá þú rétt fyrir þér og hinir kettirnir, þeir hafa rangt fyrir sér. Sjáu hverjafælega, þetta praxís að vera kristinn, praktísk ganga í kærleika. Og þú temur þér hana. Það góða við það, þú þarft aldrei að gera það einn eða ein. Þú hefur alltaf nærveru Guðs, anda Guðs í þér. Hann vitnar innra með þér. Hefur tekið eftir, mástu síðast þegar þú fannst það, þú varst ekki að ganga í kærleika. Okkur sagði ég þetta. Mástu það? Ég hef ekki svarað, en þú, ferð heim og, gat ég nú ekki tekið á þessu einhvern veginn öðruvísi. Jú, gasta, en þú varst bara ekki búin að temja þér það. Það alltaf hægt, en það tekur smá tíma að temja sér. Missa sig ekki. Kærleikum Páll svara þessu á mjög mikið snilldarhátt. Ég ætla að láta hann lesa eða svara þessu núna. Hlustið á þetta. Þetta náttúrulega bara snillt. Það mætti halda hann væri bara núna hérna í allavega hennu mestrana heimi að lesa Facebook. Látið ekkert fúkyrði líða ykkur að munni. Hversu mörg fúkyrði lesuð ekki á dag? Mundu, þú þarft ekki að hafa skoðun að þeim. Þú þarft ekki að svara öllum fúkyrðum sem þú sér. Þú þarft ekki að leiðrétta alla menn sem þú sér. Þú þarft ekki að hafa neina skoðun á þessu. Bandaríkjamenn eru nýfarnir alveg bara á hvolf. Ég sá það hjá Snorra Bergs vini mínum á Facebook einmitt. Hann talaði the Disunited States of America. Sundruð vegna þess að þau létu fúkyrðaflauminn flæða yfir sig í allri kosningabaráttunni. Það splittaðist upp. Ríki, fólk, ekki bara, takt eftir, ekki bara repúblikanar og demókratar. Kirkjur og söfnuðir. Fjölskyldur. Og þó að þú hafir haft skoðun á Trump og þó að þú hafir haft skoðun á Trump, þú þarft ekki að segja hann öllum. Það gæti verið að hafa verið kosningastjórnuna sem þú þyrftir að gera, en þú varst það ekki. Og þú þurftir ekki að segja öllum að ég heima með fúkyrðum heldur. Ekki voru þeir hérna heima að hlusta því að fara að kjósa hann. En við urðum að láta það flakka. Og við særðum, og við meittum, og við sundruðum. Ég ekki takt eftir, ég ekki að tala um að hafa ekki skoðun. Jesús hafði skoðun, hann veit að þú og ég höfum skoðun. Þetta bara spurningin hvernig við förum með skoðun okkar. Hvenær hún þarf að heyrast
og þá þegar hún þarf að heyrast, hvernig hún heyrist. Sérlega hvað að fara? Það þar sem kærleikur kemur inn í og stýrir og leiðir þig. Hann talar í gegnum þig. Þetta bara praxis og Páll segir bara, látið ekki fúkyrði líða ykkur af munni. Mér finnst þetta vel orðað. Þetta gott. Heldur hvað þá? Má ég ekki rífast neinn? Engin fúkyrði. Láttu það gott, eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gerist, ekki endilega hvar sem en þar sem þörf gerist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Páll sagði á öðrum stað, ég reyni að vera öllum allt til að ávinna þá fyrir Krist. Það okkar hlutverk líka, að vera öllum allt til að ávinna þá fyrir Krist. Að vera öllum allt þýðir ekki það að þú verðir eins og þau. En það þýðir það að þú elskar þau. Þú berð umhyggju fyrir þeim. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þið eru innsuglu með til endurlausna dagsins. Og svo kemur þetta. Látið hvers konar bestju, ofsa, reiði, hávaða. Hversu oft ég háaði það munir að skiptast á skoðum. Þeir fara að háa séð alveg hérna í rifrildinu. Og lastmæli, látið þetta vera fjarlægt ykkur. Og bara alla mannvonsku yfirleitt. Alla bestju og reiði. Það sagði einu sem góður maður að vera beiskur út í eitthvað og bitur. Eins og að drekka eitur og vona að það hafi áhrif á hans og beiskur út í. Drekka sjálfur eitur og treysta að hinn veikist. Nei, eiturinn bara veikir þig. Bestjan veikir okkar líf. Biturinn veikir okkar innra líf. Svo Páll segir, verið góðvilji hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvort öðru. Og svo vittar hann í lögmál Krists. Eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Enn og aftur, elsku vinir, þið vitið alveg. Þið eru fullkomin í þessu. Ég að tala bara, þið eru með mér að tala við þá sem að hlusta. Hinn alla, skilur. Þið eru aldrei besk. Þið eru aldrei reið. Þið látið enga mannvonsku taka yfir hjá ykkur. Þið eru ekki með neitt hávaða. Er það nokkuð? Nei. Taktu eftir. Fyrirgefið hvort öðru eins og Kristur eða Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Og hér sjáum við strax einn mun á gamla og nýja. Vitið hvað í gamla testamentinu? Og það oft vitnað, já, nokkur mínútur. Ég ætla að nota þess tækifæri hérna. Athugið eitt, við höfum rætt svolítið muninn á gamla og nýja testamentinu. Guðspjöllin 4, þau eru faktisk hluti af hvorttveggja, gamla og nýja. Það fullt af gamla testamentinu í því, en það er verið að svissa yfir í nýja. En því nýja tók ekki við, og Biblía segir alveg skýrt, nýji sáttmálinn tók ekki við fyrir hann að eftir að Kristur var dáinn og risinn upp frá dauðum. Þá gekk nýji sáttmálinn í gang. Okay? Þannig að allt sem að gera þetta undir fullt af þess að Jesús segir var hann að tala undir gamla sáttmálinn. Það segir ykkur eitt hérna, hlustu þetta. Margir kristnir hafa notað þetta. Að ef að faðirinn á himnum, ef að þú fyrirgefur ekki hjarta bróðinum, þá mun faðirinn á himnum ekki fyrirgefa þér. Hafið heyrt þetta? Þetta kafli, dæmisaga sem að Jesús segir og vitnar svo í það og segir, þannig þið farið ef að þú ekki fyrirgefur bróðinum, þá mun Guð ekki fyrirgefa þér. En hvað var ég að lesa? Fyrirgefðu bróðinum eins og búið að fyrirgefa þér. Hver munurinn? Gamli og nýji. Gamli sáttmálinn nefnilega krafðist þess að þú fyrirgefi til að fá. Þú þurftir að framkoma og vinna til að fá. Þannig ef þú áttir að fá fyrirgefningu, þá þurftir þú að fyrirgefa. Í nýja sáttmálnum var búið að fyrirgefa þér og þess vegna fyrirgefur. Þetta saman með kærleikann.
Munið eftir í Ópenbarunarbókina sem talar að þú tapar þínum fyrsta kærleika. Hvað hinn fyrsti kærleikur? Að hann elskaði okkur. Ekki það við elskuðum hann. Ég hefði getað lesið áðan á Jónasar bréfinu. Sjáðu til, þetta gengur ekki út á það. Ég man það þegar ég frelsaðist, þá elskaði ég Guð svo mikið, ég gaf allt fyrir hann, ég þjónaði honum og það var all dag og nótt. Og núna, 20 ára síðar, ég bara orðinn kaldur og ég ekki. Og svo þegar segir, já, bara þú fyrirgert þínu fyrir fyrsta kærleika, þá fyrir reynum við að fara aftur þangað og við að reyna að elska hann eins og við elskum þá, af því við vorum svo rosalega góð þá. Það ekki það sem hann er að tala um. Hann er að tala um, hann að fyrra bragði kom, elskaði þig og það það sem þú ert búin að tapa. Þú ert búin að tapa sjónar á því hversu stórkostlega góður Guð hversu mikið hann hefur fyrirgefið þér. Það það sem við töpum sjónar á. Eru með? Þannig að hér hann að tala um, af því að Guð búinn að fyrirgefa ykkur, þá skulu þið fyrirgefa öðrum. Ekki, já, ef þú fyrirgefur að fara ekki fyrirgefningu. Nei, það snýr ekkert því. Eru með? Gott. Og nú ætla ég að lesa bara í lokin vers sem að mér finnst bara einn fallegustu vers sem skrifið hafa verið í heiminum, að þið vitið þið fyrra kor 13. Því að eitt nú alveg klárt mál, krakkar. Að við leggjum rosalega mikið upp úr því sem kristið fólk, að við sem að þjóna Guði á einhvern stórkostlega máta. Við erum að boða trúna, við erum að biðja fyrir sjúkum, við erum að tala tungum, við erum með gjafir andans, við erum með kraft andans og framgöng spádómsgáfu og framgöngum í þessu. Og það fallegt og það gott að keppast eftir þessu, segir Páll. En við hengjum hatt okkar svo ofta á þetta. Sjáu hvað þessi rosalegur í spádóm. Sá nálægt Guði, hann bara heyrir alveg hægri vinstri. Þessi biður fyrir sjúkum, sjáu trúna hjá þessum, biður fyrir sjúkum að því bara læknast svona af það. Allt að gerast. Og þá horfum við, wow. Þessi á eitthvað rosalegt samfélag við Guð. Af hverju ég ekki þarna? Og Páll svarar þessu. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, þá ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Það breytir engu, elsku vinur, ef ég stæði hér og ég talaði tungum engla fyrir ykkur. Og þið myndu skilja það sem eitthvað erlent tungumál. Það breytir engu þó ég stæði hér og væri með spádóm yfir líf okkur og segði ykkur alla lífsæmi sögu ykkar. Ef ég elskaði ykkur ekki, þá ég svo tóm tunna sem glymur í. Þetta bara svoleiðis. Það hefur ekkert að segja. Af hverju? Vegna þess að það eina sem Kristus stildi okkur eftir með var kærleikurinn. Elskið eins og ég. Og ef ég geri það ekki, þá geti remstu svo rjúpa með stöðurinn að vera flottur guðsmaður. En ég bara tóm olíutunna. Bóng! Glymur í mér. Innan tómur. Með ekki neitt. Já. Þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma, ætti alla þekking. Hugsa ykkur það, þið getið komið bara hérna og ég á alla þekkingu. Ég segi ykkur allt. Ég veit allt. Ekki vegna þess að ég svo gáfaður, þetta bara Guð sýnir mér að jafnóðum að tala. Þetta bara flæði bara. Þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að ég geti hent Esjun út í hafsauga, fært fjöllin úr stað. En ef ég hefði ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Þetta eru postulöfnir að segja okkur hvernig boð og kærleikans á að virka í líf okkar. Það númer 1, númer 2, númer 3. Þótt ég deldi út eigum mínum. Mundu áðan að við vorum að lesa úr Jóhannesi, þar sem ef þú sér þörfina, þú mætir hann ekki. Hvað þá kærleikurinn? En jafnvel þó ég deldi út eigum mínum og framseldi líkama minn til þess að vera brenndur,
En hefði það ekki kærleika, var ég engu bættari. Hvað grætur á þessu, Halldór minn, að fórna þér svona? Já, bara, þú veist, ég lít vel út. Nei, ég ætla ekki að segja það, Ég ætla að segja, þetta svo andlegt. Hann segir náttúrulega lengi svo ég lít svo vel út. Ég var engu bættari. Ef ég elskaði ekki. Sjáuð áhersluna sem Biblían leggur á þetta. Mín hvatning elsku vinur, að þú skoðir hjarta þitt, eins og ég þarf að skoða hjarta mitt reglulega og segja, ég að framganga í kærleika í öllu kringumstæðum? Líf mitt kærleikur, flæðir kærleikur Krists frá brjósti mínu til annara? Ekki bara þeirra sem ég þykir alveg rosalega vænt heldur líka allra annara. Það var svo tíð að menn hötuðust við homo og lesbíur. Það var svo tíð að menn hötuðust gegn fóstureyðingum. Ég ekki að segja fóstureyðingar, ég ekki að segja það sé rétt og það sé í lagi, en menn hötuðust. Menn skutu fólk sem var að koma út úr fóstureyðingu stöðum í Bandaríkjunum. Menn drápu það. Hver ætlar að breyta með því? Það engin kærleikur. Kærleikurinn það sem vinnur hjartað. Kærleikurinn það sem breytir heiminum. Kærleikurinn það sem breytir þínu lífi þegar þú mættir Kristi. Og kærleikurinn það sem breytir lífi allra manna og allra kvenna og allra barna, hvar sem þau eru. Og í dag mæta þau kærleika Krists í gegnum fólkið hans. Eða eiga að gera það. Eru þið með mér? Eða? Þetta það sem við erum að fara, krakkar. Þetta það sem við erum að fara. Við ætlum að elska. Og enn og aftur ítreka, ég ekki að tala um að við séum skoðunarlausi og verum á sömu skoðun og allir aðrir. Að elska ekki endilega að vera sammála öllu. En að elska að sýna í öllum kringumstæðum Krist. Til þess að ávinna fólk til trúar. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Hann langlyndur og góðviljaður. Ertu langlyndur? Kærleikurinn ekki raupsamur. Þessi erfiður maður. Rosa gaman að rausa maður, sko. Reykir sér ekki upp. Montar sér semst ekki. Hvað, mamma, ég aðeins? Næ. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann ekki alltaf að plotta hvernig get ég fengi mest út úr þessu. Ætla ég að hjálpa þessum? Hvernig get ég grætt á því? Hann reiðist. Nei, þetta getur ekki átt að vera. Hann reiðist ekki. Allir saman að tökka þessi 3 orð út? Passa ekki vel inn í. Þú veist, þetta eiginlega ekki hægt. Reiðast ekki. Hann reiðist ekki. Hann ekki langrækinn. Úps, segi ég líka. Hann ekki langrækinn. Þessi sagði nú þú, Halldór, hefur bara vita hvað hann sagði við með þessi hérna fyrir 17 árum síðan. Manstu það? Já, ég man það alveg. Man hann það? Nei, örugglega ekki. En ég man það, sko. Hann ekki langrækinn. Hann gleðist ekki við óréttu sinni. Samgleðst sannleikanum. Svo þetta þeim alveg hrikalega erfitt hérna. Breiðir yfir allt. Trúir öllu. Vonar allt. Umber allt. Allt, krakkar. Af því kærleikurinn ekki að krefjast þess að mín skoðun fá að ráða, krefjast þess að það sem mér finnst fá að ráða
hann umber, hann breiðir vegna þess að kærleikurinn elskar til lífs. Hann laðar og elskar til lífs. Vitið það að Guð er kærleikur? Og því að lesa þetta öðruvísi. Guð er langlyndur. Hann er góðviljaður. Guð öfundar ekki. Guð er ekki raupsamur. Hann reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega. Hann leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Guð breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Þetta er den eina guðfræði sem við þurfum. Það sem Guð er, kærleikur, það sem hann hefur gert í Kristi og hann hefur kallað okkur til að framganga í eins og hann. Og þegar við gerum það, þá kemur kraftur anda Guðs, fyllir líf okkar, gefur okkur það sem við þurfum, styrkir okkur í innra, reisir okkur við, læknar líkam okkar sál og anda, gerur okkur heil í sér, þannig að við getum beðið hvað sem er með djörfung fram fyrir honum, vegna þess að hjart okkar dæmir okkur ekki, af því við vitum að kærleikur Guðs flæði frá okkur. Hjarta dæmir okkur þegar við erum ekki í kærleika, en þegar við erum í kærleika þá dæmir okkur ekki. Guð er stærri heldur en okkar hjarta. Hann umbreytir líf okkar. Þetta er blessun Guðs. Þetta er Valentínsdagurinn í hnotskurn. Þetta er hinn ekta ást, hinn ekta kærleikur. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér. Þakku fyrir að Drottinn minn að þú ert kærleikur. Það stendur alveg skýrt og við vitum það eigin reynslu. Þú ert kærleikur Guð. Og þú elskaðir af fyrrabragði. Þú útheltir lífið þínu af fyrrabragði. Þú gaf son þinn af fyrrabragði. Og þú kallar okkur til lífs fyrir anda þinn til að lifa í þessum sama kærleika. Þetta er sá kærleikur, Drottinn minn, sem við þurfum að fyllast af. Þetta er þessar kærleikur sem við eigum og viljum eiga áfram og láta vaksa í líf okkar. Til þess að við höfum áhrif í kringum okkur. Til góðs. Til frelsunar fólks. Til að ríkið þitt megi vaksa og kærleikur þinn breiðast út. Og fólk megi sjá. Því að eins og þú sagðir sem við vorum að skoða síðast. Eins og þú sagðir. Að þessu muni allir vita. Að þessu mun heimurinn sjá að þeir eru lærisveinar mínir ef þið elskið hvert annað. Takk Jesús. Faðir minn, ég bið fyrir þeim sem hafa verið að hlusta. Bið að tala fyrir anda þinn og bið fyrir hverjum þeim, Drottinn minn, sem ekki þekkir þig, sem ekki fengi að smakka þennan kærleika. Langar en veit ekki. Kann ekki, skilur ekki kannski, skiptir ekki máli. Þráin mæltu Drottinn Guð, mæltu þessum einstaklingi núna, opinberðu anda þinn, leiðu að sjá þinn kærleika, þína náð, þína miskunn, þína ást, að opinberist fyrir viðkomandi hver þú ert. Takk Jesús.